Skýrsla bæjarstjóra, Eiríkur Björn Björgvinsson bæjarstjóri fer yfir helstu atriði. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Aðeins að leiða með smá stílsbrot því að ég svo þyrfti ekki að koma tvisvar sinnum upp varðandi fyrirspurn Jóns Þorvaldar, þá þetta bókhaldslikla sveitarfélag sem stýra þessu einfaldlega hvar þetta fært. Þannig að við þurfum að fara eftir svokallari biblíu sem við förum eftir. Það hún sem segir okkur hvar við færum menningarmál undir ákveða liðum og stjórnsýslun hvar hún færð. En ég komin til þess að fara yfir skýrsluna og fer yfir hann á 5 mínútum. Ég ætla að vona ég þurfi ekki lengri tíma en það. Síðasti bæjarstjórnarfundur var 7. febrúar síðastliðinn. Helstu mál. Við höfum verið að fara yfir, að því hér var talað frumkvöðlasetur áðan. Við höfum verið að reyna að ljúka samningum varðandi húsnæðið frumkvöðlasetur í Glerárgötunni. Og þannig að sú starfsemi geti hafist sem allra fyrst og ég held að sé rétt að taka málið líka inn í umræður í stjórn Akureyrarstofu en þá getum við lagt málið einfaldlega fram varðandi samninginn og svo starfsemina sem býður okkar vegna út af samningum líka við nýsköpunarmiðstöð. Og við höfum alltaf verið að vinna áfram bara í þessum stjórnsýslubreytingum en ég ætla ekki að fara í gegnum það allt saman. Það er búið að eiga sér stað fjöldamargir fundir með nýjum sviðum og nýjum sviðsstjórum og starfsfólki og bara svona til þess að taka það svona heilt yfir að þá gengur það bara alveg ágætlega og auðvitað tekur þetta í, bæði hjá starfsfólki og öðrum og við erum svona auðvitað þurfum að fínpússa ýmislegt en almennt gengur þetta bara mjög vel. Nú, ég átti fund með Albertínu fyrrverandi atvinnufulltrúa sveitarfélagsins, eina af þessum sem var rætt áðan að við höfum flutt inn í sveitarfélagið sem atvinnuverkefni atvinnufulltrúa en það var út af verkefnunum EIM og það verkefni sem ég held að við ættum að fá góða kynningu á og bæjarfulltrúar þyrftu að fá góða kynningu á. Það svona farið af stað en lofar góðu og nauðsynlegt að það væri haldinn einhvers konar opinn fundur kynningun á því verkefni. Ég ætla ekki að fara dýpra í það mál hér. Nú, það var komið út ný starfsmannakönnun hjá Akureyrarbæ meðal starfsmanna og hún hefur verið kynnt meðal annars í bæjarráði og það ýmislegt sem þarf að huga að í ábendingu frá starfsfólki. Auðvitað margt sem við erum að gera vel en auðvitað góðar ábendingar líka það sem við getum, það sem betum að fara. Það var aðeins farið í málefni sem snúa að heilsu og vellíðan starfsmanna og það eru hlutir sem vöktu athygli okkar og við getum bætt okkur. En eins og segir þegar maður er að tala að bæta sig þá erum við ekki að fara úr núlli upp í eitthvað heldur að þetta eru hlutir sem ganga ágætlega mættum gera enn betur. Nú, hópurinn varðandi sölu eða rif og nýtingu eigna bæjarins, hann svona búinn að ljúka sínum störfum og kominn fram með ákveðna tillögur, þannig að við vorum að funda með þeim hópi líka. Nú, verkefni svona utan sveitarfélagsins sem ég hef verið að sinna, eða átt að kalla utan sveitarfélagsins, ég sitt í stjórn Þjóðskrár, þannig að ég segi alltaf frá því ef það eru haldnir stjórnarfundir þar, þeir eru einir 5 á ári, þannig að ég satt 10. febrúar síðastliðinn stjórnarfund Þjóðskrár. Mig langar að vekja athygli einu bara undir þessum lið að það núna til umræðu undir hvaða ráðuneyti Þjóðskrá eigi að heyra, segi og því að Þjóðskrá hefur verið undir innanríkisráðuneytinu og stærstu tekjupóstar Þjóðskrár eru í rauninni frá sveitarfélögunum vegna umsýslum fasteignamat og svo frá fjármálafyrirtækjunum vegna ýmissa mála sem verið að sinna fjármálafyrirtækjunum í landinu. En samkvæmt mínum heimildum að þá að færa Þjóðskrá undir dómsmálaráðuneyti og þá líklega vegna þess að það eru mikið leyfisveitingar og meðal annars vegabréfin og þjónustu við sýslumenn líka inni á Þjóðskrá. En mér finnst bagalegt að þetta skuli fara frá innanríkisráðuneytinu þar sem málefni sveitarstjórna eru. Nú, við fórum aðeins í innkaupareglurnar áðan, ég kynnti þær og hvert við erum að fara með þau mál. Hér var fundur meðal bæjarfulltrúa samgöngumiðstöð sem ég satt meðal annars með ykkur á og er ágætt að upplýsa bæjarbúum að það eru
miklar og góðar umræður meðal bæjarfulltrúa samgöngumiðstöð, hvar og hvernig á að standa að uppbyggingu hennar. Ég hef verið að funda með Akureyrarakadeemíunni varðandi þeirra húsnæðismál. Samningurinn við þau rennur út núna næstu mánaðamót og ég átti fund með þeim í dag og mun gera grein fyrir því í bæjarráði hvar þær viðræður eru. Gera það allavega nánar í bæjarráði áður en ég fer að taka það hér upp í bæjarstjórn. Og við höfum verið að vinna í rafrænni stjórnsýslu og íbúakorti, upplýsa það líka. Það var aðeins minnst á það hérna undir liðnum Akureyrarstofu. Og síðan eru á síðustu metrunum varðandi hönnun á nýrri vefsíðu sveitarfélagsins og það tengist einmitt rafrænni stjórnsýslu þar sem að með nýrri vefsíðu þá okkur vonandi að takast að efla rafræna stjórnsýslu í sveitarfélaginu. Og við áttum fund með þingmönnum kjördæmisins í síðustu viku og þangað mættu bæjarfulltrúar allavega nokkrir og þessi fundur var með nágrannasveitarfélögunum líka. Það var rétt bara að segja frá því þó að þetta bæjarfulltrúar séu meðvitaður þennan fund og þá var ágætt að íbúar séu upplýstur það að við fundum að sjálfsögðu nokkuð reglulega með þingmönnum. Nú síðan var ágætis kynning á Menningarfélag Akureyrar í Hofi og svo satt ég aðalfund Ungmennafélags Akureyrar líka þennan sama dag. Og það voru þemadagar í Brekkuskóla. Lok þemadaga í Brekkuskóla var á fimmtudaginn 16. febrúar síðastliðinn. Það var að fjalla mannréttindamál og ég fyrir okkar hönd fékk tækifæri til þess að ávarpa nemendur Brekkuskóla í tilefni dagsins. Nú síðan satt ég fjarfund ásamt fjármálastjóra fjármálastefnu og fjármálaáætlanir fjármálaráðuneytisins og vek athygli bæjarfulltrúa á því að það þó nokkuð mikið framundan í þeim málum með nýjum fjármálareglum ríkisins. Ég hef þá hlaupið á því svona held ég allra helsta eins og ég var að gera hérna á 5 mínútum. Takk fyrir. Það var Eiríkur Björn Björgvinsson bæjarstjóri lokið máli sínu. Ég vil bara í lokin minnast á eftirtalda fundagerðir sem við lagði fram til kynningar. Afgreiðslufundur byggingafulltrúa 9. og 16. febrúar, bæjarráð 9. og 16. febrúar, frístundaráð 9. febrúar, fræðsluráð 7. febrúar, kjarasamninganefnd 3. og 7. febrúar, skipulagsráð 8. og 15. febrúar, stjórn Akureyrarstofu 31. febrúar. Hægt að nálgast fundagerðina á heimasíðu bæjarins. Segjum við fundi slitið klukkan 19:14.